Hvað einkennir plöntur? Þessi hérna er reyndar úr plasti. En þegar við sjáum fyrir okkur plöntu þá sjá margir fyrir sig bara svona stofublóm, jafnvel gras eða tré úti. En hvað einkennir allar plöntur? Skulum hugsa, er það að vera með rætur? Nei, það eru plöntur sem eru ekki með rætur, til dæmis mosi. Er það að vera með blóm? Nei, það er fullt af plöntum sem eru ekki með nein blóm. Er allar plöntur með laufblöð? Nei, ekki alveg, en flestar plöntur eru með eitthvað sem að líkist laufblöðum eða gegnir hlutverki laufblaða. Það sem gerir plöntu af plöntu er að hún er frumbjarga, hún kann að ljóstillífa. Það er að segja býr til sykur úr vatni og koltvíoxíði með orku frá sólinni, úr því verður til sykur og svo súrefni. Og plöntur eru fjölfruma, úr mörgum frumum. En í hvaða hópa skiptast plöntur? Við byrjum á að skipta þeim í tvo hópa. Það er það sem við köllum æðplöntur og ekki æðplöntur. Plöntur sem eru æðplöntur hafa æðar sem að flytja vatn plöntuna og sykurlög. Þær plöntur sem eru ekki æðplöntur, það eru mosar. Allar aðrar plöntur eru meira og minna æðplöntur. Æðplönturnar skiptast svo, hérna ætla ég að skrifa bara æðplöntur, því að þessi hópur heitir ekkert annað sérstaklega. Við skiptum svo æðplöntunum aftur í tvennt og það er hvort þær fjölga sér með fræjum eða gróum. Mosarnir reyndar fjölga sér með gróum líka, en þetta eru burknar, eldingar, jafnar og þess háttar. Við skiptum svo fræplöntunum aftur í tvennt í dulfrævinga og berfrævinga. Dulfrævingar eru þessar hefðbundnu blómplöntur sem við þekkjum úti, á meðan berfrævingar eru barrtré fyrst og fremst, sem búa til köngla en ekki fræ sem er hulið innan í einhvers konar aldinni eða fræ hjúp. Þannig að þetta er einfölduð svona uppröðun á hvernig þetta skiptist. Þetta er ekki endilega flokkunarfræðileg skipting, en sýnir okkur svolítið svona þessa helstu hópa og svo má skoða hvern hóp betur.